Séð hef ég skrautleg suðræn blóm, sólvermd í hlýjum garði. Áburð og ljós og aðra virkt, enginn til þeirra sparði. Mér var þó löngum meir í hug melgras skúfurinn harði, runnin upp þar sem kalda kvísl kemur úr vonar skarði. Þetta erindi úr kvæðinu Áföngum eftir Jón Helgason. Vonarskarð hefst við Svarthöfða sem á vinstri hönd og þar kemur kalda kvísl fram úr skarðinu. Ofan við Svarthöfða sést í fjallið Deili. Þar sem Vonarskarð forn þjóðleið örnefni hér á hverjum hól. Leiðin liggur hér mela og malareyrar og hverfur gjarnan að miklu leyti vegna veðurs. Nú sveigir leiðin í átt að Snapadal sem jarðhitasvæði með fallegum hveramyndunum og heitum lækjum. Lengra til vinstri fjallið Skrauti sem því miður sést ekki mynd. Nú flogið inn fallegt svæði við mynni Snapadals. Á þessu svæði full ástæða til að leggja bílnum og skoða svæðið. Þarna viðkvæmur mosagróður og jafnframt mikil náttúrufegurð. Nú Deilir til vinstri. Hér víða ómögulegt að koma auga á leiðina.
Nú blasir við stíflugarður sem Landsvirkjun lét ryðja upp 1970 í þeim tilgangi að veita vatni úr Skjálfandafljóti til Köldukvíslar. Náttúran ruddi þessum görðum að mestu burt strax næsta vor. Eina gagnið af garðinum er að leiðin liggur hann á kafla. Nú er stefnt á Gjóstuklif þar sem leiðin liggur upp úr Vonarskarði. Í baksýn er Valafell. Þegar upp á Gjóstu er komið endar leiðin sem lokað hefur verið. Þeir sem að þessu myndbandi standa telja enga ástæðu til að banna akstur Vonarskarð. Akstursleiðin frá Svarthöfða að Gjóstu skarðir er 15 kílómetrar en lengist í 100 kílómetra við lokunina.